Vísir, rótgróið, kröftugt og framsækið íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki. Valka, hátæknilausnir fyrir kröfuharðan alþjóðlegan sjávarútveg. Í þessum öðrum þætti sjávarútveginn, burðarás atvinnulífsins, verður sérstaklega hugað að tæknivæðingu í sjávarútvegi. Þróun í tækni og sjálfvirkni framleiðslu í bolfiskvinnslu hefur aldrei verið hraðari sem krefst nýs hugsunarháttar, bæði hvað varðar störf í fiskvinnslum sem og uppsetningu vinnsluhúsa. Með innleiðingu á nýrri tækni verða einnig breytingar í starfsumhverfi fiskvinnsluna, meðal annars með tilliti til öryggismála, viðhalds og þrifa, svo dæmi séu nefnd. Sömuleiðis kalla þessar breytingar á að menntakerfið bregðist við með ákveðnum hætti, þannig að starfsfólk búi við færni sem stenst samanburð við það sem best gerist annars staðar. Yfirskrift þessa þáttar hönnun og starfsumhverfi í fiskvinnslu með aukinni tæknivæðingu. Viðtölin eru byggð á erindum sem haldin voru á sjávarútvegsráðstefnunni 2018 sem haldin var í Hörpu í Reykjavík í lok ársins 2018. Við byrjum á því að ræða við framleiðslustjóra HB Granda sem segir að miklar breytingar hafi orðið á örfáum árum í þessum efnum. Algjörlega á síðustu 5-6 árum hafa orðið gríðarleg þróun í vinnslubúnaði í bolfiski sem raunin að umbreyta því hvernig við vinnum bolfisk í dag. Og þetta kallar náttúrulega á öðruvísi starfsfólk, það svona eðlisbreyting í sjálfu sér á vinnu starfsfólks í bolfiskvinnslum. Svona erfiðum og einhæfum störfum, þeim að fækka og þau munu fækka á næstu árum, en í staðinn koma störf sem kalla í rauninni bara á aðra þekkingu og færni og menntun. Og það rauninni einn svona áskorunum að auka framboðið af þannig fólki og gera það áhugasamt að vinna í rauninni í sjávarútvegi. Gísli nefnir nýja togara en fjölmörg skip hafa komið til landsins á undanförnum missurum og hann segir að vinnslustöðvarnar kalli oft á tíðum á ný hús, þau gömlu standist ekki kröfur dagsins í dag og nýs tækjabúnaðar. Allt þetta kosti mikla fjármuni. Hann segir að störfin séu að breytast úr vinnslu í eftirlit með vélbúnaði. Það klárlega að gerast að eftirlitsstörfum að fjölga á meðan að tækjabúnaðurinn og róbótarnir sinna þá meira af þessum störfum sem hefur þurft handtök í áður fyrr. Hugum þessu næst að öryggismálum og áskoranir í þeim efnum sem fiskvinnsla framtíðarinnar stendur frammi fyrir. Breytingarnar eru drifnar áfram af aukinni sjálfvirkni og tölvutækni, meðal annars gervigreind. Þessar breytingar geta haft í för með sér neikvæð áhrif á starfsumhverfi og því þurfa öryggismál að vera stór þáttur í þróuninni. Þegar sjálfvirkni orðið meiri þá breytist í eðli sínu hverja þurfum við að hafa í fiskvinnslu starfandi og við getum bara nefnt sér dæmi vaskurðarvélar sem Marel og Valka að framleiða. Þær eru náttúrulega eftir að leysa hólmi heilu flæðulínurnar og það sem kannski það fólk þarf að fara að gera eitthvað annað. Eða það þarf þá kannski sér menntað starfsfólk bara til að stjórna þessu línum og svo náttúrulega eru menn að benda til dæmis á að jafnvel fara að stjórna heilu verksmiðjunum kannski bara frá Dubai. Það sé bara tölvunaverkfræðingur þar sem sjáum að reksturinn sé gangandi og þarna eru vissulega margar hættur. Þarna eru hættur að auðvitað þarf að fara inn og þrífa öðru hvoru. Það þarf að fara og gera við. Og þá eru menn hrættur að það missi kontaktin við þennan aðila sem að fara inn á verulegt hættusvæði sem þessar verksmiðjur eru. Það mikil sjálfvirkni, það mikil öfl í gangi. Þannig að það kannski þetta að auðvitað breyta störfin, en það kannski ekki það sem við erum að koma inn að hjá vinnueftirlitinu. Við höfum áhyggjur af það, þessar sjálfvirkni að hún að véla öryggið, þetta efnislega öryggið, það verði bara áfram til staðar. Hvernig finnst þér greinin taka á þessu? Ríkir skilningur? Það ríkir mjög mikil skilningur. Ástandið kannski ekki mjög gott í fiskvinnslunni, ég veit það, ég búinn að fara núna yfir 100 heimsóknir í fiskvinnsluna. Við vorum í átaksverkefni 2013 til 15 og svo aftur 15 til 16.
Og við mætum að reyta hverju 20 sem segir að við séum ekki að gera, skilur okkur ekki en allstaðar mætum við mjög jákvæðu viðhorfi og það held ég sé bara lykillan af því að við náum árangri í framtíðinni. Vinnuvernd gæðastimpill, segir Leifur, og því til mikils að vinna. Já, það gæðastimpill. Það hangir saman gæði á vöru, öryggi og allt gæðastarf innan fyrirtækisins og líðan fólks. Það marg rannsakað og kannanir bara segja það, ekki spurning. Er þetta hröð þróun sem að eiga sér stað núna þessa dagana? Já, gríðarlega hröð. Og það kannski skemmtilega við þróuna núna að við erum í miðju. Við erum framleiðendur að þessum vélum. Í fyrri byltingum þá vorum við ekkert annað en notendur og tókum þetta til okkar og kom kannski áratugum seinna til okkar hérna á Íslandi. Núna erum við með þessi risa fyrirtæki og stóra verksmiðjur sem vera að smíða í Noregi, Færeyjum, víða heim, Íslandi að sjálfsögðu. Þetta íslensk fyrirtæki. Þetta Marel og Valka og Skaginn og Kúrió að framleiða vélar og þetta bara gríðarlega öflugur iðnaður. Eru þessi framleiðslu fyrirtæki að leita til vinnu eftirlitsins til að afla sér upplýsingar? Já, við erum búin að fara í öll þessi stærstu, helstu með CE-merkinganámskeið þar sem þau farið yfir þessar hluti hvaða kröfur eru gerðar og þótt að mörg þeirra selji bara 1% þeirra vörum á Íslandi þá ætla að gilda sömu reglur hjá okkur og erlendis og í tengslu við okkar eftirlitsátök þá höfum við bara boðað þá að fund til okkar. Við höfum ekki beðið á að koma, við bara boðað á og farið yfir þessi mál. Og að mestu leyti við erum ekki mikið að setja út á nýja vélar út í fiskvinnslunni, þessar glænýju vélar. Það kemur samt fyrir. Að hraðinn svo mikill, að það svo mikið í gangi að menn stundum glemma sér og þá höfum við líka orðið var við það er ekkert annað en sama viðhorf og hjá fiskvinnslunni að menn taka því vel, að við komum með ábendingar. Við höfum rök fyrir þeim líka, við bendum á þær, við tökum myndir, við sendum þannig að ég held að bara, og það náttúrulega lykillinn að vinnuverndin í framtíðinni að við séum að vinna saman þessi hagsmunaaðilar, hvort sem eru þessir aðilar og svo tryggingafélögin og svo framvegis. Vinnueftirlitið gerir þetta ekki eitt með að banna og taka ekki tillit til neins. Já, hraðinn getur á stundum verið mikill og þá nauðsynlegt að taka tillit til allra ábendinga sem berast. Samtök iðnaðarins hafa fylgst vel með tækniframförum og hvað þarf sérstaklega að hafa í huga, þannig að Ísland standist alþjóðlega samkeppni. Lykilatriði að hafa í huga að það að sjá til þess að það veri nægt framboð af góðu fagfólki. Og það höfum við hjá Samtökum iðnaðarins talað fyrir alveg endalaust núna síðustu misserin og munum aldrei hætta að það alveg knýjandi þörf fyrir fleira fagmenntað og starfsmenntað fólk, sérstaklega í iðnverku og tæknigreinum. Og sjávarútvegurinn, ég leyfi mér að fullyrða það, sjávarútvegurinn á Íslandi, hann hefði aldrei getað dafnað svona og tæknivæðst í gegnum núna síðustu áratugi ef ekki hefði verið fyrir mjög hæfa iðnverk og tæknimenntaða Íslendinga. Guðrún álítur að sjávarútvegurinn gerir sér grein fyrir mikilvægi mannauðsins. En það sem svo merkilegt og kom fram með mínu erindi hér í dag, á síðustu 20 árum hefur starfsmönnum í sjávarútvegi fækkað 50%. En samt sem áður hefur framleiðslu verið í greininni stóraukist og þannig að við erum að vinna meira, við erum að vinna meiri verðmæti úr afurðinni með helmingi færra fólki heldur en við gerðum. Þetta hefði aldrei verið hægt ef að sjávarútvegurinn hefði ekki tæknivæðst og hann að nota til þess ýmsar sér íslenskar lausnir sem eru frá íslenskum frumkvöðlum komnar og flest þau fyrirtæki eru einmitt félagsmenn í Samtökum iðnaðarins. Ég get nefnt eins og Völku, ég get nefnt Marel, ég get nefnt Héðinn, ég get nefnt 3X og endalaust áfram. Fyrirtæki sem hafa orðið jafnvel stóra heimsvísu eins og Marel, en uppruni þeirra í sjávarútvegi. Þannig að við höfum stutt hvort annað í gegnum áratugina, hinn hefðbundni iðnaður og svo eina undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar sem sjávarútvegur og þegar þú tvinnar þetta saman þá eru þessar tvær greinar, iðnaður og sjávarútvegur ásamt ferðaþjónustu, undirstöðu atvinnugreinar á Íslandi. Til þess að þær megi áfram dafna og vaxa og vera í fremstu röð verðum við að búa til hæft starfsfólk sem hefur mikla verkþekkingu og hæfni til að takast á þessi verkefni. En verður ekkert að gert, hvað þá?
þá verðum við aftarlega á merinni Íslendingar og við munum tapa samkeppnishæfni okkar og við munum tapa tækifærum inn í framtíðina sem gríðarlega alvarlegt. Við munum líka tapa mannauðnum ef við getum ekki boðið hér upp á skemmtileg störf í margvíslegum iðnaði, þá mun það fólk leita annað. Sjávarútvegurinn okkar hér á Íslandi, hann nýtur þeirra sérstöðu að þetta eiginlega sú atvinnugrein á Íslandi sem með hvað mestu framleiðni og sjávarútvegurinn hefur náð því með einmitt að hafa geta tileinkað sér tækni, en sjávarútvegurinn hefur einmitt líka haft fjárhagslega burði til þess að taka þátt í þróun og tileinkað sér nýja tækni. Sjálfvirknivæðingin með umfangsmiklum vélbúnaði til fjölbreyttari vinnslu kallar á nýja hugsun. Það sem sagt ekki nóg að kaupa nýjar og fullkomnar vélar, gömlu húsin þurfa oft á tíðum að víkja fyrir nýjum, sem geta hýst nýja tækni. Við hönnun nýrra húsa þarf að taka tillit til ýmissa þátta og þessir þættir voru einmitt ræddir á sjávarútvegsráðstefnunni í Hörpu. Það sagt að þau hús sem fyrir í landinu, þau eru mörg og misjafnri stærð. En þau hafa það svolítið sammerkt að hafa verið byggð upp á löngum tíma í mörgum áföngum. Það er leiðandi frekar smá rými og það sem ég sýnist er að þessar stóru samhangandi vélasamstæður kalla á miklu stærri rými. Það er stóri munun á því sem verið hefur og að taka við, sýnist mér. Það þá þannig að fiskvinnslu fyrirtækin þurfa að byggja í framtíðinni yfir nýja tækni? Mér sýnist það að það sé í rauninni ekkert annað í stöðun en að annarkvæmt að byggja við eða byggja nýtt. Og það auðvitað, að sumu leyti væri heppilegt oft á tíðum að byggja alveg nýtt því að það er að halda starfsemi gangandi í húsunum á meðan að vera að byggja. Það er auðvitað ekki alls þar hægt og sums staðar þarf að byggja við og hreinsa þá eitthvað til í því gamla líkum leið og það svona fer eftir aðstæðum á hverju stað. En þegar arkitektin að hanna nýja byggingu, hvaða áskoranir er þá að mæta? Það mikilvægasta er að fara í það sem við kallar greining og flæði í starfseminni. Þetta gengur út af það að það kemur hráefnin á einum stað og fer út á öðrum sem fullurinn vara og þá síðan á þessar leið er starfsfólk að koma að og ýmis önnur vara sem notuð, þar að segja aðföng og stóðrými sem að tengjast starfseminni. Þessu þarf öllu að raða saman í rökrétt samhengi. Sjálfur sér má segja þetta gildir það sama ýmsan annan iðnað eða starfsemi, að það þarf að raða þessu öllu upp á réttan hátt og þá næst bestur árangur ef þetta tekst vel. Helgi segir að sveigjanleiki í starfseminni þurfi að vera til staðar. Mér sýnist að það sé alveg augljóst að það er miklu breytingar sem að verða á starfsemi með tilkomu tæknivæðingarinnar. Þær eru að kalla fram mögulega nýja framleiðslu aðferðir, aukna vinnslu og svo framvegis sem að við sjáum ekki endilega fyrir á hönnunarstigi en jafnvel eitthvað sem vaknar þegar að byggingarnar fara að rísa og vélarnar að koma inn og svona menn fara að komast nær því að setja þetta í ganga, þá vakna hugmyndir og líka hjá kaupendum verði var við að þeir eru jafnvel fannir að viðra hugmyndir að vinna meira og öðruvísi heldur en áður var. En hversu mikilvægt að vanda til allra verka undirbúningsþátta? Það er bara eins í svona starfsemi eins og öllu öðru í hönnun að það skiptir miklu máli að reyna að ná til allra þátta sem að menn sjá fyrir. Ég nefndi áðan þættir sem menn sjá ekki endilega fyrir, en allt sem fyrir séð skiptir máli að ná utan og samræma. Það er mjög mikilvægt að gera það. Vélbúnaður í nýjum fiskiðjuverum flókinn og tekur breytingum. Húsin breytast hins vegar ekki og það þarf að taka mið af því, segir Helgi. Þetta eru ákveðin grunnkerfi sem eru sett í nýja byggingar í dag sem voru ekki áður. Ég get bara nefnt sem dæmi vatnsúðakerfi sem líklega í fæstum eldri fiskvinnsluhúsum en kemur líklega inn í þau flesta, minnst stærri gerðinni í dag. Síðan eru ótal önnur kerfi, eitt af því geti ég nefnt sem til dæmis þvottakerfin sem mikið álag á byggingarnar eða húsinu innan, það fyrir mikið tími í þvott. Þetta eru allt saman kerfi sem þarf að hugsa fyrir og eins og þú segir þurfa að vera sveigjanleg líka til framtíðar með húsinu.
En réttur undirbúningur og rétt sýn á framtíðina, hún hlýtur að líka að sama skapi að vera nauðsynleg og mikilvæg. Já, en það þetta með hvað rétt og röng sýn á framtíðina, það auðvitað stóra spurningin, auðvitað menn alltaf að fást við að reyna að svara þessari spurningu í hönnun. Sérstaklega það auðvitað eiginlega okkar starf að vinna við að sjá hluti fyrir og svara svona spurningum eins og þessu og þá, eins og ég segi, þá hefur það mikið að segja að þessi tími sé gefinn til þess að vinna þessa vinnu og menn hugi vel á hann og komi, allir aðilar þurfa að koma að þessu, ekki bara hönnuðirnir, heldur líka eigendur og þeir sem sjá um vinnslubúnaðinn. Þegar ég tala um hönnuði, þá eru hönnuður byggingarna. Það alls ekki nóg eitt og sér, það þarf hönnuði annar hluta líka en eins og véla. Og kaupendur, þeir fylgjast vel með. Já, í því verkefni sem að ég hef verið að vinna í núna undanfarin 2 ár sem Gerun á Grundarfirði, að þar hef ég heyrt af því að kaupendur hafi fylgist vel með og þeir sjá jafnvel nýja möguleika fyrir sína samninga við framleiðendur og það held ég að skapist bara þessu nýju aðstöðum sem að vera til. Myndirðu segja að greinin sé á tánum í þessum efnum? Já, ég hef ekki orðið var við annað. Ég held að menn sé mjög vakandi yfir þessu og menn að vinna með kröfuharða kaupendur sem að vilja mikið og því þarf að mæta og ég get ekki betur séð en að þessi grein sé að gera það mjög vel. En þú sérðu byggingakrana við fyrirtækin í framtíðinni? Já, ég held að það sé alveg ljóst að það eru mjög mörg fiskvinnsluhús á landinu sem þurfa að fara í gegn að minnsta gagngera breytingar ef ekki nýbyggingar til viðbótar. Höldum áfram með tækniframfarir og hvað framtíðin ber í skauti sér. Tæknin þróast ört og nú svo komið að fjölmörg ríki hafa látið skoða möguleg áhrif gervigreindar á hagkerfi sín og heimsins. Íslensku sjávarútvegur mun ekki fara varhluta af þessari þróun og raunar eru vísbendingar að íslensk fyrirtæki verði virkir þáttakendur í hönnun hátæknilausna á þessu sviði, þar að segja gervigreindar. Ástæðan fyrir því að ríki heimsins að skoða áhrif gervigreindar og raunar annarra tækni á samfélagi að menn þekkja hvernig svona eins og fyrri iðnbyltingar þær höfðu mikil áhrif á samfélag og menn að átta sig hvað gerist þegar að við sjáum meiri sjálfvirknivæðingu í samfélögum, hvernig breytist atvinnulífið ef að það eru kannski bara gervigreind sem að stýra í staðinn fyrir menn, hægt að sjá fyrir slíka þróun, hægt að bregðast við henni með einhverjum hætti og þetta eru bara ríkisstjórnir allra landa og sérfræðingar að skoða mjög nákvæmlega. Þess að við viljum í raun og veru reyna að stýra tæknin en ekki láta tæknin að stýra okkur. Það gengur auðvitað misjafnlega eins og við þekkjum með snjallsíma í nútímanum, þeir svolítið vera stóri stýra samfélögum en það markmiðið með þessari skoðun að reyna að athuga hvaða tækifæri felast en líka jafnframt hvaða ógnanir. Huginn segir að íslensku sjávarútvegur standi alþjóðlega framarlega. Þegar maður hugsar tækni og framtíðartækni og sumir þessi tækni sem við að tala í tengsli við fjórðu iðnbyltinguna, þetta svona eins og einhverjum vísindaskáldskap. En það sem áhugavert fyrir okkur Íslendingar það að varðandi sjávarútvegurinn, gamli góði sjávarútvegurinn, hann stendur einhvern veginn vel hér á landi sem að kannski margir hefðu ekki áttað sig á þegar þeir eru að hugsa gervigreind og slíka hluti. En það þannig að sjávarútvegurinn hefur staðið fyrir mjög öflugri þróunarstarfi og nýsköpun og við erum með fyrirtæki sem eru mjög framarlega á þessu sviði, Marel, Valka, 3X, Skaginn, við getum talið upp fleiri fyrirtæki. En þetta allt fyrirtæki sem standa mjög framarlega í því að búa til vörur, það sem nýtt gervigreind, það sem nýtt tölvutækni til að taka ákvarðanir, það sem röntgentækni er notkuð, við sáum daginn að það mannlaus lest verið að þróa það. Þannig að þetta eru allt fyrirbæri sem eiga heima og tengjast þessu fjórðu iðnbyltingu. Þannig að Íslendingar og sjávarútvegurinn þá sérstaklega eru ekki endilega eingöngu þiggjendur? Nei, við erum ekki sjávarútvegurinn, við erum í raun og veru gerendur. Í flestum tilfellum erum við Íslendingar svolítið þiggjendur eða viðtakendur tækni að utan. Við erum ekki að framleiða farsíma eða þróa þá eða annað þvílíkt. En við erum hins vegar að þróa tækni sem notuð í matvælaframleiðslu allan heim.
og taki eftir að þó að við tölum sjávarútveginn að þá eins og fyrirtæki eins og Marel, það kannski byrjaði í sjávarútvegi en vegna þess að það hefur náð miklum árangri líka í sjávarútvegi þá geta fært sig líka yfir í annars konar matvælaframleiðslu með sína tækni. Þannig að þetta ekki eingöngu bara bundið við sjávarútveginn, heldur þetta svona tækni sem á sig mikla möguleika annars staðar líka. Íslenskur sjávarútvegur þá með ákveðið forskot? Já, við erum með forskot í bíli en þetta auðvitað þannig að við erum komin mjög snemma í þessa fjórðu iðnbyltingu og þó að við séum með forskot í bíli að þá við þurfum að hafa okkur öll við til þess að halda því forskoti. Nú eru aðilar að kaupa tæki frá okkur, við erum að sjá það að við erum að flytja til annarra landa tæki frá þessum fyrirtækjum sem vilja setja upp fullkomna fiskvinnslur eins og við höfum verið að gera og það auðvitað þessar þjóðir munu skoða og reyna að átta sig á því hvernig við erum að gera þetta og auðvitað reyna að ná einhverju forskoti líka. Þannig að við þurfum að hafa okkur öll við til þess að halda þessu forskoti og það gerum við ef við einbeitum á okkur að vera framalega í þessu. En gera stjórnendur fyrirtækjana sér grein fyrir stöðunni? Já, ég held að stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja gera sér grein fyrir þessu. Það eru margar ástæður fyrir því að okkur gengur vel í því að vinna nýrri tækni í sjávarútvegi. Og einn þáttur stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja sem hafa verið að vinna með nýsköpunarfyrirtækjum við að þróa lausnir. Það sem að hluti af því að okkur gengur vel að við höfum verið mjög einbeitt Íslendingar í að reyna að þróa lausnir við það að bæta okkar afurðir í framleiðslunni. Og þetta að skila þessum árangri. Þetta ein af ástæðunum fyrir því að okkur að ganga vel og við erum að ná árangri á þessu sviði. Þannig að sjávarútvegurinn hann má ekki setjast bara niður einn góðan veðurdag og segja við sjálfa sig nú ég búinn að tæknivæðast. Nei, alls ekki og það sem við þurfum að gera núna, nú þurfum að bara keyra áfram. Við þurfum að halda áfram að þróa þessar vörur. Við mögum ekki segja, jæja, nú erum við búin að gera gott mót Íslendingar, nú skulum við fara að segja öllum frá því hvað við erum búin að gera. Við þurfum að halda áfram og vera alltaf á undan, ekki vera fyrirsjáanleg. Það eru líka önnur afleidd áhrif af þessu. Það eru möguleikar fyrir önnur fyrirtæki að fylgjast með því hvernig sjávarútvegurinn hefur skipulagt sig og gert þetta til þess að læra af því hvernig má byggja upp svona nýsköpunarfyrirtæki. Formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir að greinin sé almennt vel í stakk búin til að mæta áskorunum framtíðarinnar. Hann hefur náttúrulega sýnt það núna undanfarin ár og 10-20 ár að hann að fjárfesta mikið. Við erum að tileinka okkur nýjustu tækni og mikið í vöru og farið í vöruþróun og nýsköpun. Og ég held að ég hef ekki áhyggjur af því fyrir hönd Íslands sjávarútvegs að við getum ekki brugðist við framtíðar áskorunum og ég held að svona heilt yfir sé framtíðin björt ef að menn fá tækifæri til þess að halda áfram að fjárfesta og takast á við þær áskorunar sem eru framundan. Eignarhaldi í íslenskum sjávarútvegi það hefur svolítið dregist saman. Sérðu fyrir þér í framtíðinni að sjávarútvegsfyrirtæki fari á markað? Ég held að það verði bara að vera ákvörðun hvers og eins fyrirtækis. Ef að fyrirtækin og eigendur þeirra fyrirtækja, hluthafar fyrirtækjana sem nú eru, telja að það muni verða næsta skref að þá sjálfsögðu munu menn þá fara inn á markað. Svo kom fram hérna í málstofu Arion banka áðan að þá telja þeirra það sem möguleiki fyrir sum fyrirtækjana fara inn á markað aftur. Þannig að ég held að það verði bara að vera mat hvers og eins fyrirtækis fyrir sig, hvort að þeir telja að það muni styrkja stöðu félagsins og áframhaldandi sóknin á aðra markaði. Jens Garðar segir að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafi fjárfest mikið í nýsköpun sem styrki þau til framtíðar litið. Íslenskur sjávarútvegur náttúrulega, myndi ég segja, leiðandi á heimsvísu í nýsköpun í að tileinka sér nýja tækni. Og það náttúrulega alveg ævintýri líkast að sjá rauninni hvernig þróunin hefur verið, hvað við höfum sótt langt og þetta náttúrulega orðin og búið að vera orðið löngu síðan orðin útflutningsvara okkar Íslendinga, hugvit og tækni til erlendis. Við sjáum núna þá samninga sem verið að gera víðsvegar til dæmis bara núna síðustu fréttir eins og í Rússlandi. Þar sem að hugvit og íslensk tækni það hefur verið að flytja hana út til Rússlands. Og þannig að ég held að Íslendingar hafa verið í fremstu röð að nýta sér þessa tækni og upp úr henni hafa líka sprottið alveg fjölmörg önnur tækifæri í nýsköpun, í að sækja lengra við sáum eins og viðtölin hér í dag. Hólmfríður var með fyrirlestur sögu æsprotein og prótís og keresis og allar þessar sögur sem við eigum. Það sýnir það bara að við erum alltaf að reyna að
að hámarka okkar árangur í það að nýta auðlindir sjávar sem mest. En gulu ljósin þau blikka líka svo sem í greininni. Núna verið að flytja út mikið af óunnum fiski. Það varla gott fyrir greinina, eða hvað? Nei, það rauninni kannski frekar ógnvænleg þróun sem við erum að sjá núna. Mikið af óunnum fiski sem verið að kaupa á fiskmörkuðum verið að fara erlendis í vinnslur og síðan seldur á meginlandi Evrópu sem íslensku fiskur, samkvæmt því sem við höfum heyrt. Það náttúrulega þróun sem við þurfum að bregðast við og við bregðumst við þeirri þróun með því að gera ennþá betur, tæknivæða ennþá meira og auka samkeppnisstöðu okkar. En það liggur alveg ljóst fyrir að við verðum að vera samkeppnishæf. 98% af okkar framleiðslu, okkar afurðum fara á erlenda markaði og við þurfum að vera samkeppnishæf við aðrar þjóðir vörurnar okkar og framleiðsluna því. Nýsköpun og frumkvæði eru því lykilorðin í greininni. Ég held það og ég held að núna ríður á að stjórnvöld og greinin gangi í takt. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að það sé ekki þannig eins og hefur komið fram í fyrirlestrunum hérna fyrir í dag að við sjáum ákveðið útgerðarform sem nánast verið að skatta út úr greininni. Það verið að neyða menn til þess að hætta og ég held að núna verði þetta samtal eiga sér stað að við höldum áfram þessu forskoti og að greinin nái að blómstra eins og hún hefur gert og hafi tækifæri til að fjárfesta. En ég held að stærsta áskorun okkar sé í dag að ná þessu jafnvægi milli þess sem að stjórnvöld vilja sækja inn í fyrirtækin, í aukinni skattheimtu og síðan það að rauninni fjárfesta til lengri tíma með greininni í það að blómstra og halda áfram að sækja fram á við. Því að það á endanum mun alltaf verða miklu meiri ávinningu fyrir bæði greinina og þjóðina í heild. Samandregið, þú sérð mörg sóknarfæri? Ég sé mörg sóknarfæri og ég held að íslenskur sjávarútvegur hefur alltaf þurft að takast á við áskoranir. Það getur verið á erlendum mörkuðum, það getur verið gengi íslensku krónunnar, það getur verið, og náttúrulega stærsta áskorunin okkar sem við erum að eiga við alla daga eru bara náttúran og við erum að nýta náttúruauðlind, þannig að það áskorun út af fyrir sig. Þannig að við erum vön því takast á við áskoranir í rekstri félagana. En ég held að stóra áskorun okkar núna að halda áfram á þeirri vegferð sem við höfum verið á og menn séu samstiga það, bæði greinin og síðan stjórnmálin. Í næsta þætti verður kastljósinu sérstaklega beint að framtíðar tækni í sjávarútvegi. Fjölmörg íslensk fyrirtæki eru leiðandi á heimsvísu í tækninýjungum. Vísir, rótgróið, kröftugt og framsækið íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki. Valka, hátæknilausnir fyrir kröfuharðan alþjóðlegan sjávarútveg.